Hvað snýst þetta umhverfisverkefni? Þetta verkefni snýst það að það fara starf, skipulagt umhverfisstarf innan einingakirkjunnar og söfnuða sem að miði að því að kirkjan sýni gott fordæmi bara í sínum daglega rekstri og það byggist upp með fræðsluefni sem að er svona umræðu grundvöllur bæði fyrir starfsmenn kirkjunnar og söfnuða og sóknarnefnda og síðan líka umræðu grundvöll út af við í kirkjustarfinu. Og eru þið með þá einhverja leiðbeiningar hvað fólk geti gert til þess að vera umhverfisvæn í starfi? Já, það er eiginlega svona miðpunkturinn í þessu hjá okkur hefur verið að útbúa handbók þar sem eru leiðbeiningar og leiðandi efni og það er gátlisti með hugmyndum að úrbótaverkefnum og það miðast að því að það séu valin einhver málefni sem að þar sem settur markmið og síðan unni markvist af þeim. Hafa svona verkefni verið unnið í kirkjum annar staðar? Já, það síðan 92 að því að þekki til aðeins í sænsku kirkjunni að þar eru þeir búnir að móta svona starf og við byggjum á þeim grunni sem þeir eru búnir að vinna á síðustu 15 árum. Þannig við njótum svolítið góðs af því starfi sem hefur verið unnið þar. Er þetta þá svona hlutir eins og að skoða pappírsnotkun og hvernig maður fara til vinnu og svoleiðis? Já, þetta er eins og ef við tökum dæmis og ferðir og samgöngur. Þá er til dæmis hugmyndamarkmið að ganga eða hjóla styttri vegalengdir í starfi safnaðarins eins og þegar prestur eru að fara í vitjanir eða heimsækja fólk í staðinn fyrir að fara á bílnum og innkaupastefnu að setja sér markmið að kaupa hreinlætisvörur sem eru umhverfismerktar, réttlætismerktar vörur og svo líka í starfinu að ræða málefni umhverfisins og sjálfbæra þróunar í eins og barnastarfinu, fermingafræðslunni og bara þeim vettvangi sem á hverjum stað er til staðar. Hvenær fer þetta af stað? Núna í haust hafa 3 sóknir ákveðið að taka þátt og prófa þetta efni, þessa handbók og fræðsluefni sem við erum búin að vera að þróa og síðan sjáum við hvernig það gengur og metum stöðuna og vonandi getum við síðan farið með þetta víðar eftir það að því verkefni lýkur.